Já, Íran logar mjög mótmælum, fólk fer út á götu og notar samskiptamiðlana til þess að lýsa andúðinni á stjórnvöldum og aðgerðum þeirra. Hingað kominn Kjartan Orri Þórsson, miðausturlandafræðingur. Já, ég svona sérhæft mig í málum Írans, já. Og þú ert að fylgjast með núna, það er að gerast, þótt þú sett í fjarlægð. Geturðu sagt mér hvað er að gerast í Íran? Já, sko, maður náttúrulega bara að fylgjast með eftir bestu getu sem er náttúrulega frekar erfitt. Það er búið að loka á samskiptamiðla? Það er búið að loka á samskiptamiðla, internetið er svona blokkerað og það er, já, það getur verið svona erfitt að treysta fréttum þaðan, hvað er að gerast og svona, en það sem við erum að sjá núna er, já, liður í mjög langri sögu af uppþotum, uppreisnum, mótmælum og já, sko, einhvers konar baráttu fólksins gagnvart stjórnvöldum, sko. Áttu þá við út fyrir klerkastjórnina í gegnum keisarastjórnina og bara aftur í nýlendu afskipti Brettlanda. Þetta sé bara saga almennings í Íran að vera að berjast við stjórnvöld. Já, sko, einhver leiti er erfitt að líta til dæmis akkurat á, að það er ómögulegt í raun og veru að líta á þau svona mótmæli eða uppþot eða hvaða orð sem það er sem við viljum nota yfir það sem er að gerast þarna núna, án þess að raun og veru kíkja þá á kannski svona stort sögulegt samhengi sem er náttúrulega líka bara frekar flókið. Nú, það sem það er það sem ég ætla að gera hér í dag, já, nákvæmlega. Og það sem er að gerast núna er náttúrulega það að það verður lögregla virðist verða ungri konu að bana, hún deyr í haldi lögreglu og vitni í raun og veru halda því fram að hún hafi verið barin í höfuðið með kylfum og slengt utan í lögreglubíl. Fyrir að vera ekki rétt klædd. Já, í raun og veru að slæðan sem er lögbundin í Íran og konur þurfa að klæðast hafi ekki verið á réttum stað í raun og veru, hún hylji ekki nógu mikið. Þannig að hún deyr þarna í varðhaldi, lögreglan heldur náttúrulega fram að hún hafi fengið hjartastopp eða eitthvað líka, þó að fjölskylda hennar svona tæki fyrir það, hún hafi átt við einhver svona heilsufarsvandamál að stríða. Og hafi ekki fengið að sjá líkið. Já, og hafi ekki fengið að sjá líkið. Það er nú mynd sem er á netinu hana sem hún liggur í öndunarvélum hana, en hún svo sem segir nú ekkert sérstaklega mikið kannski. En einmitt hafi ekki fengið að sjá líkið. Og þetta virðist skapa einhvern grundvöll fyrir uppþoti í raun og veru. Mörgum er bara ofboðið, nú komið nóg. Já, en það er ekki svo sem bara núna sem það er komið nóg, einhvern veginn, ef við getum sagt það. Það hafa verið margir svona punktar í raun og veru, þar sem að fólki hefur verið ofboðið og hlutirnir hafa verið, já, þannig að fólk sé hingað ekki lengra, en það hefur í raun og veru ekki tekist að já, hvað ég að segja, bæta ástandið að neinu viti. Sko, það sé ekki farvegur fyrir mótmælin eða vilja almennings, það sé engar svona, hvað við segja, stofnanir að taka á við því, þannig að það verði ekki bylting eða breyting, heldur er þetta uppþot og svo uppþot og ekki breytist. Já, og þar er raun og veru þar sem við þurfum að kannski klippa eins söguna inn, sko, að við getum ekki bara hort á hérna árið 2020 að fólk sé 22, sé komið út á göturnar að mótmæla upp úr þurru af því að þú veist að þetta er raun og veru liður í mjög langri sögu af einhvers konar mótmælum og uppþotum og við getum alveg hort á til dæmis alltaf byltingin sem að verður 1979 eða 78-9 klárast svona 79 þegar íslamska lýðveldið Íran er raun og veru stofnað með sínu flókna stjórnkerfi í raun og veru að þá er það náttúrulega ákveðin svona kulminasjón af einhverjum uppþotum og mótmælum sem höfðu stað fyrir áður. Og það sem er að gerast fyrir það til dæmis er náttúrulega að þar var konungur, einvaldur, einhverju leyti, ég meina það var... Með vald sitt frá Guði bara.
Já, ég meina, þú veist, sko, það er náttúrulega bara spurning hvar við viljum byrja í raun og veru, sko. Við getum byrjað á 19. öld og okkur langar, sko, og það sem við erum með konungaætt sem á búin að, einmitt, var svolítið að vinna með þess hennan gamla skóla af svona, við tökum valdið frá Guði og allt þetta, og svo það svona þess að hrynja þarna í kringum aldamótin, sko, 1900 í raun og veru. Þá koma upp raddir sem vilja stjórnarskrá, það er svona ákveðin stjórnarskrábylting sem á sér stað þarna 1905-06 og það með einhverjum borgaralegum réttindum sem ekki voru til áður í raun og veru, sko, já, og þingi, kannski svona veigamesta breytingin að það er einhvers konar þing sem að vettvangur almennings í raun og veru, já, hvað heitir þetta svona þingbundin konungsstjórn var í raun og veru komið á að nafninu til og það sem er kannski mikilvægt að hugsa er að fyrir þennan tíma er Íran svona, konungurinn alltaf kallað Shahanshah, konungur konunguna, sem þýðir að þetta er mjög svona ómiðstýrt kerfi í raun og veru, að það eru þessi smá konungar út allt sem að svo skila mönnum í herdeildir eða eitthvað álíka eða peningum eða uppskýra hvernig sem svona skattamálin voru á þessum tíma, svona alltaf bara í raun og veru allavega eftir í hvar miðalda konungar voru gætna í raun og veru, þetta er svona ákveð kongarnir í á Shakespeare miðalda system, já, algjörlega, sko. Nú, það fara að breytast þarna og þú veist, mann fara að byrja að modernisera og nútímavæða og svona og þetta er svona smá átök, náttúrulega, þú veist, það er þessi konungar sem að koma og fara hana í lok Bajor konungsveldi í raun og veru sem að ræður þarna 1905-06 alveg frá 1700 og eitthvað 80, ef maður rétt og hvað heitir það og þarna erum við að sjá svona einmitt, það er að byrja þessi svona retorík eitthvað og til dæmis að fólk fá ráð, það byrjar hana strax aldamótin og þarna árið 1905-06 er í raun og veru komið á íranskri stjórnarskrá sem að tekur mið af belgísku stjórnarskráni sem var þá, sem að var víst svona framsæknasta stjórnarskráin sem var bara í boði í heiminum á þessum tíma. Nú, þetta er að sumuleyti þroska samfélag, menntað samfélag? Í dag? Nei, þá á þessu tíma? Þú veist, það er svona að koma einhvern veginn, ég meina, sko, miðstýring var í raun og veru voða lítið til, ef sem að segja, að þú veist, og það er kannski ekki mikill svona stjórnmála kúltúr í raun og veru, en jú, það sem að byrja að gerast var að kannski svona heldri manna synir aðalega voru farnir til Evrópu að sækja sér einhvers konar háskólamenntun. Það sem gerist svo er að það er alls konar átökarna í kringum þetta þing og svona og þessir Bajor konungar að þeir svona, fara hægt og rólega að fara í útlegð og deyja einhvern veginn. Þar að segja, ég held að séu einhverjir 4 eða 5 konungar sem að ríkja hana frá 1906 til 1920. Og það sem gerist þá kemur í raun og veru hermálaráðherra sem að hét Reza Khan og hann kemur hana, er ekki orðinn hermálaráðherra, heldur hann hershöfðingi, marsar hann í bænum inn í Teheran í raun og veru með í fararbróti einhvers konar rússneskar kósaka herdeildar og það er líka mikilvægt að svona kannski hugsa aðeins það að það er svolítið þannig sem herinn virkaði, það eru rússar sem að bjuggu til einhverjar herdeildir, Bretar hann mjög valdamiklir og við erum að tala líka samfélag sem að frá í raun og veru síðara hluta 19. aldar voru þessir íransku konungar svolítið farnir að selja út hvað heitir það olíuréttindi réttindi fyrir tóbaki allt þetta til svona enskra kaupa í raun og veru sem fengu þó leyfið fyrir því. Það svo valdastétti fekk bara það sem hún þurfti af þessu í raun og veru og almenningu fekk ekkert heldur rann þetta til stórfyrirtækja, BP og fleiri. Nákvæmlega. Og þetta er í raun og veru mikilvægt og þetta hljóma eins og ég sé bara með einhvern brjálaðan útidúrina er komin á 19. öld en ég vona að ég þarf að reyna að landa okkur en sko línan sem ég ætla að reyna að draga er svo að það sem fyrir að gerast þarna er með upp úr 1901 fyrir að finnast olía og þá er það raun og veru breskt fyrirtæki sem á það þannig að þarna í kringum 1920 þegar Reza Khan kemur til Teheran og tekur yfir sem hermálaráðherra og í raun og veru hægt og rólega fasar út þessa Bajor konungsstjórn og síðasti konungurinn fer bara til Ítalíu og deyr held ég bara ungur og aldrei meira og hann tekur sér raun og veru konungstign árið 1925. Á þess að vera tilhærið einhverjum konungsættum. Hann var einhvers konar Svona Napóleon. Já, svolítið svoleiðis sko
og kemur í raun og veru bara á vængjum þessar rússneskru kósaka herdildar með leyfi Breta í raun og veru inn til Teheran. Það sem hann fyrir að gera er að nútímavæða ríkið á þessa svona, hvað ég að segja, 1920 vísu sem náttúrulega fasísk í raun og veru. Það fasísk hugmyndafræði sem svolítið svona liggur yfir vötnum hana. Fröng var svona hans hugmyndur nútíman upp á þetta samfélag? Í raun og veru og bara hratt og örugglega og einhvern veginn engin afsláttur gefinn á neinu og það sem kannski að byrja svolítið þarna er að, þú veist, að hlutirnir eiga að líta að minnst út fyrir að vera, eða það sem að gerist í raun og veru, hlutirnir líta kannski út fyrir að vera móderniseraðir, þróaðir, nútímavæddir á einhvern vestrænni fyrirmynd, hann horfði svo sem var svolítið mikið til Atatürks í Tyrklandi sem var svo náttúrulega horfði sjálfur svolítið mikið til Evrópu. Svona sambærilega byltingu, það? Já, gekk svona lengra einhver leyti. Losna við svona forneskjuna úr samfélaginu? Einhvers konar svoleiðis hugmyndir, já. Og það sem hann gerir og kannski svona í sinni svona mjög öfgafullu hörðu og svona tekur mið af kannski hernum svolítið eða svona hvað ég að segja, aga einhvern veginn sem hann að modernisera landið að hann til dæmis og núna kemur punkturinn eiginlega sem ég ætla að hlaða í er að hann gerir hana upp úr 30 og þá til dæmis bannar hann svona traditional klæðnað og þá ég að tala kvenna og karla í raun og veru. Við erum að bæði tala að hann skildaði karla til að vera með hatta, svona af evrópska vísa Pahlaví-hattinn, svo kallega konur máttu ekki vera með slæður og þetta hafði í raun og veru þau áhrif að það voru konur sem fóru ekki út ég held að þetta hafi verið rúmur hálfur áratugur sem hann átti eftir á valdastóli í raun og veru þar sem að konur fóru ekki út nema kannski á næturnar til þess að fara í baðhúsið. Annars voru þær bara heima af því að þeim þótti ótækt að þurfa að fara út án sinna slæðu. Og það kannski svolítið þarna sem að slæðan verður svona, hvað segja, pólitíseruð einhvern veginn. Já, fyrir andofstákn. Í raun og veru, eða sem sagt, já, að einhver leyti og það það sem að við getum svo sem talað það sem að... En svo trúin oft, ég meina, kaþólskan í Írlandi gegn Bretlandi og kaþólskan í Pólandi gegn Sovjetinu og þetta gerist oft. Nákvæmlega og það þarna sem að það í raun og veru gerist að slæðan fær þetta í raun og veru hlutverk að vera svona mótvægi við Pahlaví, Reza Khan tók nafnið Pahlaví sem konungsnafn og það að gerast þarna í kringum 30 eitthvað og það náttúrulega, þú veist, allan tíman einhverja svona hreyfingar sem vilja sjá náttúrulega kannski að kannski leið og Reza Shah náttúrulega konungur sem hann tekur upp nafnið seinna að hann í raun og veru, það voru mjög sterkir kraftar sem vildu, eða svona hávara raddir skulum við segja sem vildu að Íran náttúrulega lýðveldi eins og Tyrkland varð en hann ákveður að taka upp konungstíknina hana og svo að við spólum kannski aðeins fram, ég meina hann segir af sér 1941 af því að Bretar og Rússarinn voru neyðan til þess þegar þeir hernema Íran svona de facto og skipta landinu upp í tvö yfirráðasvæði í raun og veru og sonur hans tekur við Mohammad Reza Shah sem var svona svolítið uppalinn, krónprins náttúrulega og uppalinn svolítið í evrópsku skólakerfi í Sviss og svona og ástæðan fyrir að segja það svona kannski svona á hvaða vængjum hann kemur inn einhvern veginn, hann kemur inn þegar að Bretar og Rússar taka yfir landið einhvern veginn. Og þeirra maður? Já, að með mörguleiti og það sem að gerist er að já, hans valdatíð kannski svona hægt að skipta niður í þrjá parta, hann svona fyrst frekar svona naífur, kannski hann svo tvítugur þannig að tekur við, ekkert alveg að fatta hvað að gerast og svo gerist það hann 1951 að Mossadegh verður forsætisráðherra, Mohammad Mossadegh sem var forsætisráðherra fyrir svona einhvers konar þjóðarflokk einhvern og hann þjóðnýtir oljuna sem þýðir að hann hendi Bretunum í raun og veru út úr landi sem höfðu verið að vinna á þessum olíuhreinslustöðum sem eru hana í suður Íran. Þeir eru verið að setja sig við það? Já, hver á erulegum að setja sig við það? Bretar og í raun og veru Bandaríkjamenn líka. Og þarna, þú veist, og hann í raun og veru lýðræðislega kjörinn. Mossadegh það leikur engin vafi á því að hann lýðræðislega kjörinn forsætisráðherra tekur hann við og hefur pólitískt bolmagn á baku sig og í raun og hlýðan á baku sig til þess að þjóðnýta oljuna. Hann var í raun og veru ekki, þú veist, hann var ekki
vinstri maður eða kommunisti, langt í frá Þjóðurnis sinnaður, borgaralegur. Já, í raun og veru borgaralegur svona pési einhver sko, og búin að vera í sko, þú veist, pólitíkinni frekar lengi meira að segja. Og af einmitt svona, hann var af Gjor-ættum sem var fyrir konungsætt svona. Já, tók á móti mönnum í náttúrdónum og það ekki, var ekki svona sérstakur í háttum. Ég ætla að vera að draga út í ykkur annan aðra líkju. Sko, já, hann sko einmitt náði að vera forsætisráðherra þarna í held ég 1 eða 2 ár eða eitthvað. Og það sem gerist hann þjóðnýtir olíuna og hendir Bretum úr landi að þeir parkera náttúrulega bara herskipum í Persaflóa. Þar sem að olían ættirinn var komast út og upp hefst einhvers konar bara ár af pattstöðu í raun og veru, þar sem að Íranir geta ekki selt olíuna sína því að það bara skotið á það einhvern veginn og Bretar sitja bara fastir fyrir einhvern veginn. Nú Mossadegh þegar hann var að koma fram á sjónarsviðinu eða sem forsætisráðherra, hann kannski svolítið lengi á sjónarsviðinu í Íran sem slíkur, að þá hann náttúrulega hann einn fyrsti sem að kemur frá Miðausturlöndum og talar þarna á Alþingi Sameinuðu þjóðanna til dæmis í New York og sko hann var Man of the Year hjá Time Magazine einn af fyrstu frá Miðausturlöndum í raun og veru af því að hann að gera raun og veru það sem að svolítið svona stemning fyrir í raun og veru, það að segja að fá stærri hluta af þessari svona olíu Svipað Nasser gerði síðar Jú, algjörlega, og þetta svona einhver leiti svona byrjunin af því sem við sjáum svo svolítið mikið gerast það sem að gerist þegar hann kemst til valda og gerir þetta og með þessi svona líðina baku sig að Mohammad Reza Shah sem var konungur hann og átti í raun og veru að heita einhvers konar svona stjórnandi hann fer að panika og endur á að flýja til Ítalíu og svo hann í raun og veru komið aftur á, ég held að hann hafi ekki verið nema 2 vikur í Ítalíu þegar hann svo getur snúið tilbaka eftir að CIA og MI6 já, sem erlendis þjónustan hana að þeir nú veru komin frá spila á svona þessa krafta sem geta innan landsins veginn þurftu Bandaríkjanna og Bretlands já, og það leikur raun og veru engin vafi það fá náttúrulega hjálp frá einhverjum svona hvað heitir þetta svona hershöfðingjum og svona mönnum sem að þeir gáttu spilað á inn í innan Írans þar að segja koma hann frá fyrir þetta svona brjálæðislegt að lesa þetta í raun og veru þessa atburðarás og þetta var svona næstu búið að klikka en tókst svo og allt þetta koma hann frá og Mohammad Reza Shah kemur aftur og tekur svolítið svona fastar við taumunum þannig að Mossadegh settur í bara stofufangilsi já, stofufangilsi, nákvæmlega og bara í 2 áratugir eitthvað já, og bara þangað til hann deyr í raun og veru jarðaður í húsinu einmitt og það sem að ég er svona smá að reyna að mála upp mynda af er í raun og veru rosalega löng saga af einhvers konar, í fyrsta lagi erlendum afskiptum bara frá seinni hluta 19. aldar einhvern veginn nú einnig bara, þú veist sko hversu langt það frá því að íranskur almenningur hafi fengið að stjórna þessu landi já, ég meina hann hefur kannski aldrei fengið að gera í raun og veru, eða þú veist, frá því að hugmyndir svona líðræði sem eitthvað konsept sem er kannski ekki að komast að inn fyrir einhvern tíðan á einmitt seinni hluta 19. aldar þegar þeir fara að senda fólk í háskóla til dæmis og fara að opna einhvers konar svona vísi að háskólum í Íran sem alveg gert svona miðja 19. aldar sko að þá fara með þessar hugmyndir líðræði að vera til og það fara byrja þessar raddir þessar stjórnarskrá og þing og svona en realiserast í raun og veru aldrei. En upplýstin gegn keisaranum 78, 79 hún var löng það var róstur og uppþótt raunverulega gegn valdinu og kannski á tímabili hefði eitthvað getað haldið að niðurstaðan eitthvað önnur heldur en Khomeini það gæti verið að svona borgarlegu öfl myndu geta en var það kannski aldrei í spilunum út af þessum sem út að lýsa hvað þetta umverulega veikt þessum að kannski taka glerkarnir yfir af því að þeir eru náttúrulega bara stofnun tilbúin í raun og veru og það í raun og veru hárrétt greining og það sem ég var svona að koma að í raun og veru og þegar við ætlaði að byrja að tala einmitt þetta þetta svona, hvað við segja
möguleika á lýðræði í raun og veru að það rosalega löng saga fyrir því að berja þetta niður og ég meina Reza Shah fyrsti keisarinn hana í Pahlavi konungsveldinu, hann var ekkert sérstaklega lýðræðislega sinnaður. Mohammad Reza Shah byrjar með eitthvað svona hugmyndir hans í lýðræðissinnaður en svo fyrir það allt í skrúna þegar Bretar og Bandaríkjamenn verða súrir einhvern veginn. Þannig að hann tekur upp svona mjög meiri, svona allræðis stefnu einhverja og svona, ég held ég síðustu 10 árum með þess að voru allir flokkar, það var komin einn flokkur í landinu sem að fólk átti almennt að vera hluti af. Þannig að það sem gerist í raun og veru til dæmis eins og kommunistaflokkurinn sem hafi verið svona á frekar mikilli siglingu á svona fyrri hluta 20. aldar og alveg upp hana 50, 60 kannski, að það fer að sko brjóta, hann brotin mjög harkalega á bak aftur og það eru mjög svona ákveðnar eftir valdarónið í raun og veru, hann 50, já þannig kannski óttustu völd kommunista í raun og veru, og það var mjög Mossadegh hafi ekki verið kommunisti og það svona kannski svona og Indónesíu og víðar eimir af því sem að gerast bara í heiminum almennt en jú, það sem gerist að það bara engin leið einhvern veginn, það og þú veist, ef við erum að tala ef við erum komin upp á byltingunni 78 þá landslæðið svolítið þannig að þú veist, ég man ekki hvort það var 77 sem að CIA gefur út einhver svona leynilega skýrslöngstar sem náttúrulega komið fram í Dassljósið í dag, þar sem að þeir halda því fram fullum fetum að það sé ekkert annað í sjónmáli en að Mohammad Reza Shah haldi stjórnartaumana ókomna framtíð sem var algjörlega ekki satt. Var það ekki raunin og ástæðan fyrir þess heldur það náttúrulega að þegar það var engin annar svona, hvað getum við sagt, svona viable alternative, svona lífvænlegt alternative í raun og veru. Kommunistaflokkurinn var brotinn á bak aftur, öll stjórnarandstaða var í raun og veru horfin og hvað var þetta að gera? Jú, það var einmitt það sem þú varst að segja, einu innviðirnir sem í raun og veru stóðu og gátu móbilisera fólk til dæmis, gátu einhvern veginn, organisaðu upplýstina í raun og veru skipulagt breytt uppþoti í byltingu í raun og veru, og það eru klerkarnir og það er þetta svona mosku svona, hvað ég að segja network, hvað kallar maður þetta, net í raun og veru og það er það sem í raun og veru gerist og ég meina komin í stjórnaðissu með kassetum. Já, og hann var svolítið í því skilur og það er einmitt svona Hitler kom ekki inn útvarpið en hann kom ekki inn kassetum. Smikla hann inn sko, í raun og veru þangað til að kassetur eru kannski frekar svona ekki mjög efficient kannski leið til þess að svona koma hlutunum út en þó, þú veist þetta var eitthvað að virka og hann hana í Írak frá 1963 þegar hann sendur í útlegð þegar hann eitthvað að setja út á Mohammad Reza Shah, þá hann sendur í útlegð til Írak og raun og veru alltaf svolítið svona á jaðrinum þangað til að Mohammad Reza Shah ákveður að Najaf í Írak sé of nálægt Íran til hann geti verið hann sendur hann fær Írakar raun og veru til að henda honum út og hann sendur til Parísar, endar í París París náttúrulega töluvert nær öllum vestrænum fjölmiðlum heldur en Najaf það í raun og veru styttri boðleiðir frá París til Teheran heldur en frá Najaf í Teheran á þessum tíma þannig að það voru stórmistök og það svona árið áður byltingin gerist verður sem hann sendur þannig út en allavega það sem ég var svona að reyna að koma að var að einmitt það að þótti í raun og veru frekar ólíklegt að það yrði byltingarna og það er alls konar náttúrulega ástæða fyrir að byltingi varð og fólk var óhrest með Pahlavi konungsættina í raun og veru og fólk var ekki frjálst og fólk var pyntað af leyniþjónustunni og allt þetta og það sem gerist svo einmitt að Khomeini getur snýr aftur febrúar 79 þar sem hann fer með Air France flugvélni og lendir hann í Teheran til þess að taka í raun og veru yfir og þá fer náttúrulega frekar merkileg atburðarás af stað í raun og veru þar sem að hann fer og hans menn svolítið að skapa þessa hugmyndir íslamska lýðveldið og hvað er íslamska lýðveldið? Þetta er náttúrulega gríðarlega flókið stjórnkerfi í raun og veru af því að þú veist að hugmyndin einhvers konar að lýðveldi á að fá að ráða svo framarlega sem að það gengur ekki gegn Guði og hvernig það framfylgja því
því mjög ómögulegt að svara, en það sem áhugavert að skoða í þessu líka að Khomeini stendur svolítið einn með þessa hugmyndafræði. Það ekki sérstaklega margir sem eru svona hátt settir innan trúarinnar sem eru sammálunum í þessari túlkun að það sé hægt að halda vera með þetta veljuvati faqih eins og það heitir, sem þessi svona að einhver æðsti stjórn eða lögspekingur í Íslam geti svona verið einhvers konar æðsti leiðtogi sem það sem hann verður. Sem eins og efri deild og hæstiréttur og forseti í einhverju svona almennt neitunarvald á allri þróun. Já, í raun og veru það sem að hann... Eða þetta leiðsögn? Já, hann í raun og veru tekur sér einhvers konar hlutverk æðsta leiðtoga. Hann með leiðsögn og svo má lýðræðislegt þing ákveða hvert að fara, svo framlega sem að fer þangað sem hann bendir. Já, í prinsipinu, og útfærslan á þessu náttúrulega svo að hvernig ætlar að stjórna þessu einhvern veginn, að þú þarft að setja einhvers konar ráð sem að til dæmis fer í gegnum kandidata sem bjóða sig fram til þingsins og þeir eru náttúrulega bara blokkaraðir sem eru með svona svona skoðanir sem ekki upp á fá ekki upp á pallborðið þannig hjá æðsta leiðtoganum og hans kreðsu sko. Og þróunin náttúrulega bara sú í raun og veru að íslamska lýðveldið á endanum ekkert sérstaklega lýðræðislegt og ekkert sérstaklega íslamst heldur. Þar að segja hugmyndin að einhver sem með þessi hefur náð stöðu svona, æðstu stöðu sem hægt að ná inn í innan Shía-íslam að vera þessi æðsti leiðtogi, en það sem tekur við af Khomeini sem með mjög líkt nafn, Khamenei, að hann náði aldrei þessum status, en ástæðan fyrir að hann valinn að hann nú ekki ógn við kerfið, en það nú verið leitun að einhverjum sem var með þennan stóra status sem var tilbúin að verja þetta svona þessa túlkun á Íslam einhvern veginn sem að Khomeini kom með þarna inn. Allavega það sem að einmitt, við erum að reyna að koma að þessi svona pæling með stjórnmálalegt landslag þarna í Íran ófrjálst og búin að vera það mjög lengi. Þó svo hafi verið þing og svona, þá hefur ekki þroskast þar eitthvað sem við getum svona kallað flokkastjórnmál eða neitt sem gæti verið farvegur fyrir eitthvað svona debatt sem þarf að vera í lýðræðislegu samfélagi. Sko já og nei, það sem að við höfum séð getum við ég held að sé ekki gagnlegt að skipta til dæmis í hægri eða vinstri, heldur meira svona íhaldsmenn og umbótasinnar í raun og veru, og þetta eru svona orðin sem eru notuð þarna og svo náttúrulega, þú veist, kemur stríðið þannig að 80 til 89 sem að Íran og Írak í mjög blóðu stríði sem að nærsamt einhvern veginn svolítið að sementera íslamska lýðveldið og festa það svolítið í sessi sem einhvern veginn stjórnarfar, og ef það hefði aldrei gerst að þá væri hægt að halda það fram að það hefði líklega kannski orðið einhvers konar borgarastyrjöld eitthvað í landinu sem að þá mismunandi hreyfingar væru að berjast völdin, en það gerist ekki út af stríðinu líklega, í raun og veru, og mikið svona í þessu stríði. Já, mikið svona píslavotta kultúr sem að var til í kringu það og allt þetta sko. Nú, og það svona kannski það sem líka áhvert að skoða þessu að og kannski svona næsta stopp hjá okkur í þessum mótmælum, þar að segja, við erum að byrja 1900 þurfum að tala mótmæli og svona, hvað við segja, vera kræfast þess að fá stjórnarskrá, svo erum við að tala mótmæli í kringum Mossadegh málið allt saman, og svo erum við að tala mótmæli náttúrulega í byltingunni, þó að sé náttúrulega fullt að vera mótmælum inn á milli, og svo kannski fer það í smá dvala náttúrulega í stríðina þegar það bara nóg annað að hugsa einhvern veginn. Og svo erum við að tala kannski að í kringum árið 1999 að þá komið svona önnur bylgja mótmæla sem að væri kannski hægt að tengja við daginn í dag, en þá, já. Hvað snerist þau mótmæli? Já, þau eru snúast að þannig árið 1997 kosin forseti mjög óvænt í raun og veru sem að heitir Khatami og var í raun og veru klerkur, hafði verið hann hefði verið menningarmálaráðherra í fyrri ríkisstjórn og undir hans tíð, eða í hans tíð segi ég að þá losnaðum svona alls konar hluti sem að höfðu verið svona þú veist, ritskoðun fór niður, þá eru til dæmis bara fleiri blöð sem fengi að koma út og alls konar svona. Hann kosin forseti mjög óvænt í raun og veru og raun og veru ekki svona kerfiskandidat. Svona smá glasnost. Já, algjörlega, og það til alveg svona
hvað heitir að literatúr sem að ber Khatami og Gorbachev saman sem gagnlegt einhver leiti og ekki gagnlegt að einhver öðru leiti en áhugavert að skoða samt sem aður hann kosin 97 og svolítið svona bara ég man nú ekki prósenturnar en þetta alveg sturlaða tölur það voru svo margir sem kussan og það voru svo margir sem að mættu á kjörstað í raun og veru og þarna fær fólk þessa tilfinningu fyrir þessi hægt að breyta kerfinu innan frá í raun og veru við getum gert eitthvað sem að það þarna komin einhver kandidat sem er með okkur í liði og við getum sem ekki hægt við getum gert eitthvað já, það ekki hægt Gorbachev hefði getað sagt við það já, það endar í raun og veru þannig að það í raun og veru ekki hægt og það í raun og veru það sem gerist þarna við mótmæli 99 að þá eru svona stúdentamótmæli sem að byrja því að einhver svona blaði lokað og þá raun og veru svona íhaldsami hluti kerfisins svolítið að bræðast við því að umbóta sinnar sem með Khatami þá í fararbróti séu svolítið að taka yfir og það sé of mikil svona lausungum svona aðeins vera að gefa of mikið eftir raun og veru og strax þarna í raun og veru mótunum 99 sem að stúdentar svolítið þetta út á götuna þegar einhverju tímariti hafi verið lokað dagblaði hafi verið lokað og einhver svona ritskoðun reyndi að koma á aftur og það verður raun og allt svona frekar smá brjálað einhvern veginn að þá skal segja búast við að forsetinn raun og veru styðji þá og stúdentana þar að segja sem að hann gerir ekki og það svo sem til einhverju svona pappirar sem hafa komið úr stjórnkerfuna sem að honum hótað valdaráni ef hann ætlar að fara að styðja þessa stúdenta hann er kannski svolítið með svona bakið upp við vegginn en þarna byrjar svona ákveðin svona það nú rosa mikið bjartsýni hann í kringum 99 og 98 ég meina Íran vann Bandaríkin á HM í fótbolta til dæmis 1-0 eða eitthvað hana 98 sem var einhver svona þú veist þeir eru bara riding high einhvern veginn á einhvern svona við getum unnið Bandaríkin og við getum einhvern veginn breytt kerfinu innan frá eitthvað og svo verður alltaf gríðaleg vonbrigði þegar það gerist ekki og hann samt Khatami situr 2 kjörtímabil samt sem áður og fær rosalega góðan stuðning en kemur engu fram og þú veist ég veit ekki hvort það gagnlegt að hugsa Bandaríkin í þessu samhengi þú veist þess að þegar Obama var hann að setna kjörtímabilið sitt og öldungadeildin á mótunum og hann kom engu í gegn og engum hvað heitir þetta dómurum eða neitt svoleiðis það kannski svona einhverju leiti svolítið svoleiðis sem í gangi að það vetóað svolítið að því að stjórnkerfi það flókið að þú ert með svona vetó neitin og vald og hann þjónar kannski bara valdinu algjörlega það er ekkit við getum breytt, sagði Obama, en það breytist ekkert. Nei, nákvæmlega, og þetta er svona kannski svipuð svona. Það er mikil vonbrigði sem fylgja því. Vissulega, mikil vonbrigði sem fylgja því og 2005 sem það eftir 2 kjörtímabil af Khatami og stjórnarskráin segir hann verið að forseti með bara sitja í 2 kjörtímabil. Þá var hann kosinn og hann er svona í raun og veru utangarðs hvað ég segja, kandidat líka bara af allt öðrum skóla, einhvern veginn, hann er svona einhvers konar populisti einhverju leiti, hann er svona með eitthvað svona verkamanna orkusamt sem áður og bjó alltaf í 2 herbergja íbúðinni sinni samt en hann var svona, sem við getum kallað svona loose cannon líka, náttúrulega hann var mættur á hvort hann var ekki mættur til Sameinuðu þjóðanna bara með einhverjar blammeringar, hann var ekki sérstaklega diplomatískur og eitthvað, en það kannski bent svolítið til þess að fólki sem kaus Khatami var kannski ekki endilega að kjósa hann Ahmadinejad sem verður hann að fórsetið 2005 sækist eftir endurkjöri 2009 og þá eru aðrir svona innanbúðar umbóta segi kandidatar sem að bjóða sig fram og ná ekki kjöri og það það sem startar því sem heitir svo græna hreyfingin í raun og veru, þar sem að fólk þeysti út á götu og krafðist þess, spurði bara hvað atkvæðið mitt verðinu, hvað ég segja svona slagorðin þar, bara hvar atkvæðið mitt, það getur ekki verið að Ahmadinejad hafi unnið kosningarnar og sé endur kjörin sem var opinber yfirlýsing stjórnvaldana. Það eru kosningasvindl. Já, ásakanir kosningasvindl, ég held að við getum svo sem ekkert nelt það neitt, en já, og það það sem að gerist,
En þetta eru raun og veru frekar stór mótmæli og eru svona, þú veist, 99 mótmælin eru þau stærstu, síðan 79 og svo verða 2009 þau ennþá stærri einhvern veginn og þarna fer fólk að halda að eitthvað sé að gerast, fólk er að svona mobiliserast, það er að koma út á göturnar og í svona frekar miklu mæli. Nú, þetta næra einhverju leyti svona augum alþjóðasamfélagsins, svona eitthvað sem ég var svo sem ekki búin að hugsa en hérna, og áttum mig á núna að það er til dæmis heimildamynd konu sem er að labba heim til sín eftir að fara út í búð og hún er skotin í hausinn af Neta hét hún, skotin í hausinn af einhverju leyniskittu sem að hún var ekkert að mótmæla samt og það verður mjög stórt dæmi í til dæmis alþjóða stjórnmálum, bara svo við getum dregið einhver svona línur við það sem er að gerast í dag svo er að það gerist og verður eitthvað svona sem að er einmitt svona einhverjar heimildamindir til og svoleiðis. Þannig að þetta kemst svona aðeins inn á kortið líka og það er svona einhverjar, vonir að eitthvað sé að fara að gerast. En eins og við sjáum þetta gerist ekki neitt. Orðið í þessari sögu. Það er alltaf en. Við erum með vonum eitthvað og verðum fyrir vonbrigðum eins og gerist svo oft í þessu. Nú, og svo eru kannski svona ákveðin mótmælaalda sem að svona kemur alltaf annars slæð upp í bara, þú veist. Þetta er náttúrulega kúa samfélag. Þetta er náttúrulega kúa samfélag og það rís upp og það er viðspyrna. Já. Það er takmörk fyrir hvað er þetta kúa fólk mikið. Það er takmörk fyrir því. En hvað snýst þetta? Er þetta gegn kvennakúun? Í dag? Er þetta bara gegn því að við fáum engu að ráða og það er alltaf verið að þröngu eitthvað upp á okkur sem að við völdum ekki og báðum ekki og Já. Það er einhver þröng valdaklíka sem á allt hér. Já, hvað þetta? Já, ég meina þú veist þetta snýst ótrúlega margt og þú veist og við erum strax einhvern veginn búin að taka einhverja svona þú veist 19. aldar pælingar inn í þetta, þú veist, við getum nefnilega ekki köttað einhver svona imperialisma og nýlendustefnur út úr þessu heldur og það er kannski svolítið það sem ég var að tekna upp í náðan með að tala Mohammad Reza Shah til dæmis er öll þessi retorík sem náttúrulega íslamska lýðveldi svolítið svona þekkt fyrir sem þetta margbara Amerika pæling sem bara dauði yfir Bandaríkjunum og af því að hann svona þessi fjandi sem búið að mála svolítið upp og erfitt að vera í Íran og að vera að sækja fyrirmyndi til vesturlanda út af þessari sögu að það er Já, þú veist, það er bara rosalega flókið einhvern veginn það er eiginlega svona eins og þetta svíkja eitthvað frelsisbaráttu þjóðarinnar með því að taka afstöðu með Bandaríkjunum eða vesturveldunum Já, að mörguleyti, sko og þú veist, og þetta er svona þau get ekki farið það sem kannski vestur landafólk er að horfa á og er alltaf að halda okkur er ekki að fara sömuleiðin og við erum að fara en hún er kannski ófær út af nýlendukúuninni og auðlindaráni og valdaránum og öðru slíku sem að Vesturlönd hafa þröngvað upp á þetta fólk. Til dæmis er hægt að tekna upp einhverjar svona, að þetta er hluti af þessu náttúrulega að sko einmitt englendingar og rússar og síðar Bandaríkjamenn einhvern veginn hafa svolítið verið með puttana þarna en svo er það náttúrulega svolítið svona það er náttúrulega viðkvæðið bara ennþá í dag hvert skipt sem eitthvað slæmt gerist að þá eru þetta amerískir agentar sem eru að þannig að þetta er orðið svona vopn í höndum á kúarum svo einhvern veginn þessi retorík sem að hefur átt rétt á sér í gegnum söguna í raun og veru en það sem hefur verið að gerast svo núna bara á síðustu árum er náttúrulega að sko staðan í Íran og hefur verið að versna bara töluvert mikið og það er alltaf margt sem að svona náttúrulega spilar inn í Er það efnahagslega eða í raun og veru fólks? Það er alltaf bara bæði í raun og veru. Af hverju eru efnahagslega þrengingar? Það er náttúrulega viðskiptaþvinganir eru náttúrulega fyrst og fremst kannski eða hafa svolítið verið að koma í hausinn eða svona hafa bitnað svolítið á borgurum landsins. Þú veist, það er náttúrulega bara efnir í einhverjar fleiri doktorsritgerðir heldur bara hvort efnahagsþvinganir eða viðskiptaþvinganir og svona hafi tilætluð áhrif. Ég veit ekki hvað þessar viðskiptaþvinganir er búin að standa lengi án þess að almennt á að svari það gerist ekki neitt. Ég er að segja það sko. Það er engu tekist að fella stjórnvöld með viðskiptaþvingunum. Nákvæmlega sko. En þú veist, það er fólk að deyja sem bara úr krabbameini þegar það fær ekki lyfin sín og eitthvað. Og þannig að þetta er taktík sem að við bara þurfum ekki að hafa neitt mörg orðum og hún virkar ekki.
en jú, þetta einn hlutaði sko raunveruleika Írana í dag og hefur verið upp á síðkastið eru þessar viðskiptaþvinganir, það erfitt að þú veist, einmitt það verðbólga og það alls konar, bara, þú veist, efnahagurinn náttúrulega í ákveðinni steik þannig akkurat núna og þú veist, eins og á mörgum stöðum svo sem, það sem líka í gangi náttúrulega, þú veist, kannski langarandi þreyta líka, þú veist, það þetta, þú veist, að ná upp þessari svona, hvað að segja, von sem að verða svo engu, það náttúrulega vonleysi sem að rosalega mikið í svona samfélagi, það sem að það þust út á götur, það ofta eitthvað í gangi en það gerist ekki neitt. Það ekki gott samfélag sem hefur mist vonina. Nei, það eiginlega maður sem hefur mist vonina samfélag. Hún að tapa mennskunni svolítið. Nefnilega. Og það sem að hjálpar ekki heldur að svona þetta koncept brain drain. Einhverstar sagði til dæmis að þetta orð varð til þess að lýsa íransk samfélagi í raun og veru, en samt á tímum konungsins, Mohammad Reza Shah, það hafi verið byrjað þá þegar hann var að senda út allt þetta fólk til að læra út í Evrópu og það kom ekki tilbaka þegar það fannst ekki lífvænlegt að koma tilbaka og þetta versnar náttúrulega bara og versnar og fólk vill annað, fólk vill eitthvað svona, hvað að segja, komast út úr þessu sem í gangi í Íran úr þessu svona kúa andrúmslofti, það ekki frjálst, það getur ekki sagt hvað sem það kannski erfitt að svona, stabilitet ekki sérstaklega mikið, kannski þú getur lent upp á kant við stjórnvöld og þau getur verið hrifsað út úr örygginu bara á svipstundu, já, og fyrir utan það náttúrulega sem að við erum svo sem ekki byrjar að koma inn á, sem kannski aðalatriði hérna í dag náttúrulega þessi gríðarlega kúgun sem að konur að verða fyrir hana líka. Hvað hefur það mál, að fólk og konur kasta þessu slæðunni í klippi hársitt og hverlega. Sérðu fyrir þér að þetta leiði til einhverja svona kvennabyltingar, breytingar á stöðu kvenna í Íran? Já, nú erum við náttúrulega komin í einhver svona framtíðarleiki, sko. Nú ég bara að spyrja hvað heldur. En við getum greinta stöðuna, klálega, sko. Þannig að þú veist, við förum kannski bara eins yfir hana, ég meina, ok, við erum búin að hafa þessi mótmæli bara síðust árum sem hafa til dæmis verið út af hækkun olíuverðs, við höfum verið með þessi mótmæli út af, það hafa verið vatnsskortur á einhverjum stöðum í Íran. Nú þetta mál að koma fram að þessi kona var myrt þarna af lögreglunni og við erum að sjá ástæða fyrir það að verða mótmæli úr því náttúrulega bara taumlaus kúgun kvenna. Algjörlega, sko, algjörlega, en og hitt talar samt allt saman, það er ekkert að slíta þetta heldur úr samhenginu sem að búið að vera í gangi, þannig að það rosalega margt sem spilar inn í. En það sem áhugavert og það sem kannski svona í raun og veru gott að sjá að hvað kallar að virðist vera að koma út á göturnar og styðja við þetta, taka þátt í þessu. Það hefur verið hreyfing sem að, ég held að byrja með þessu bara 2014 eða eitthvað sem hétt eitthvað svona hvítir miðvikudagar, til dæmis. Það sem að kona var að taka þessi slæðunar á miðvikudagum eða eitthvað á almannafæri og eitthvað og einhverju lenti í fangilsi út af því, segi en hefur kannski ekki fengið svona þennan stuðning sem að koma núna og ég sá það sem bara áðan til dæmis að mér skildist til dæmis á því að íranska landslið í fótbolta til dæmis karlalandslið sem að fara keppa á HM núna í desember eða nóvember hvernig þessi keppnir að þeir eru farin að posta á Instagram eitthvað svona stuðning sko við konur í Íran og líka já og svona stór nöfn í þessu sko sem að stjórnvöld þurfa kannski að taka tilliti til þessara mótmæla og koma með einhverju umbætur eða hvað? Já, eða þú veist maður veit ekki, ég meina bæði umbættil hefur það ekki gerst. Nei, ég meina, ok, svo getum við eitthvað reynt að greina, ég meina það mætti fleiri fótboltalandslið taka sér til fyrirmyndar að styðja baráttu kvenna gegn kynbundnu ofbeldi, skulum við segja, en íslenska til dæmis. Já, til dæmis. Bara svo því sem haldið til haga. En hvað ætlaði að segja, en þú veist hver pólitísk vikt þeirra svo í raun erfitt að segja.
og hvort að, þú veist, það er nú kannski erfitt að Þá er það spyrjað, heldur að mótmælin getur orðið til þess að stjórnvöld neyðist til þess að vera með umbætur eða munu bara verða átök sem að mögulega bara heldur verða fleiri uppþótt sem að leiði til einhvers ástand sem var 78. Finnst það líklegt? Góð spurning, sko. Finnst mér það líklegt, það er náttúrulega, þú veist, þetta er ósjálfbært stjórnkerfi. Þetta er, þú veist, síðustu forsetakosningar sem voru 2021, það voru mjög fáum leyft að bjóða sig fram. Þetta var gjörsamlega svona orkestrerað af stjórnvöldum hver gat búið sig fram og Ebrahim Raisi sem var svo forseti algjör svona kerfiskandidat í raun og veru og það leiðir okkur svona aftur að því sem við vorum að ræða kannski þetta lífvænlega alternativ sko og þegar við erum með þessa löngu sögu af einhvers konar kúgun á stjórnmálahreyfingum, stjórnmálaöflum, allt þetta og blanda við þetta svona svakalega brain drain sem hefur átt sér stað í Íran og kannski þessar svona pælingar með svona að allt slæmt komið frá Vesturlöndum þar að segja að það er rosalega mikið af fólki sem býr til dæmis í Íran sem vill alltaf skipta stjórnvöld, býr fyrir utan Íran sem vill skipta stjórnvöld í Íran og það er kannski þar sem einhverjar hreyfingar hafa fengið að náða blómstra þegar þeir hafa sloppið við kúgununa í Íran einhvern veginn, að þá hvernig ætlar að púsla þessu saman til þess að ná upp einhvers konar lífvænulegu stjórnkerfi sem að getur virka fyrir fólkið í landinu einhvern veginn. Þannig að ég held að sé kannski ástæða til að vera með í raun og veru þungar áhyggjur yfir því hvernig þetta endar af því að sko stjórnvöld hafa raun og veru sýnt það, ég menna það er búið að reyna að breyta því gegnum kerfið, fólk er löngu búið að gefast upp á því og stjórnvöld hafi raun og veru orðið svona harkalegri í hvað segja svona smækka ramman er að vera enn meira til upp á sko mögulegan á að gera eitthvað innan stjórnkerfisins. Þetta vera líkindi með Íran og kannski hugmyndur okkar það hvað getur breyst eins og í sambandi við Rússland. Nú eru Vesturlandabúar að tala að Rússar verði að velta af sér Pútín og allt breytist og sömuleiðis margt af því sem þú ert að segja núna það er engin stjórnmála farvegir þarna eða nokkuð skapað hlutur til þess að sko þeir straumar geti farið eftir. Þú kannski þorir ekki að bera það saman. En það með þetta svona hljóma þegar þú ert að lýsa þessu, það verður svona hugmyndi Vesturlanda það hversu auðvelda og líklegt það er að kúaðar þjóðir velti af sér kúgunavaldinu. Já. Getur verið einfaldar? Nei, þú veist, ég veit ekki sko, ég meina, við vitum bara, þú veist, að þessi stjórnvöld sem eru í Íran núna, nú ekki lífvænleg. Þar að segja, þú veist, þessir kallar sem stjórna núna að hafa allir verið viðriðnir byltinguna sem í þessum æðstustöðum. Þeir eru að fara að deyja. Æðstu leiðtoginn var 83 ára, forsetinn er reyndar eitthvað 60 sem er núna en var svona hluti af þessu slæmu sem gerist í byltingunni einhvern veginn og fyrir utan það að í raun og veru allt kerfið í Íran þá er þetta kannski bara velferðarkerfið sem er svo sem ágætt í tíð svona íslensk lýðveldisins borið saman við konungstjórnarna sem var á undan. Þetta byggir allt saman á olíupenningum og olíuauðlindin erum við líka svolítið að sjá að er ekkert sérstaklega sjálfbært konsept. Þannig hvernig þetta ætlar að þróa, þess vegna kemur manni svona næstu því, eða bara frekar spánst fyrir sjónir í raun og veru að þeir sko sjáu ekki að þeir verða einhvern veginn að gefa eftir til þess að geta lifað af. Gamli menn og þeir þurfa kannski ekki að skipta neinum skoðun og sína daga. Þú veist, við veitum hvernig það er einhvern veginn, en til þess að íslenska lýðveldið, ef það á einhvern séns á að lifa af, til dæmis, þá er náttúrulega nokkuð ljóst að þetta þarf að gefa þetta eftir, til dæmis, þetta með klæðaburðinn og þú veist, þetta er náttúrulega ekki boðlegt, þetta er bara svo langt út fyrir heldur að þeir hugsa ekki eins og einræðisherrar og gerir ofta ef ég læt eftir í þessu máli þá kemur skriðan, þannig ég til í að berjast bara slæðuna og höfði konunnar. Akkurat. Því ef ég vinn það ekki þá mun ég bara
þurfa að berjast yfirráðinu í landinu. Nefnilega, sko, en maður sér einhvern veginn, sko, einmitt, maður er erfitt með að sjá hvernig þetta á eftir að fara eitthvað annað en bara einhver borgarstyrjöld eða eitthvað slíkt, sko, ef að hérna, þú veist, það ekkert sem að getur... Umbætur eða áframhaldandi bylting. Það gæti verið... Eða þeir kúa, beita ennþá meira ofbeldi til þess að berja það niður. En það er náttúrulega heldur ekki lífanlegt og þú veist, og það er sem að allt snýst hann er að fólk er bara að flýja landið líka. Fólk sem er einhverja menntun, það fer. Fólk sem getur farið, það fer, af því að það er ekki veist, það er náttúrulega ótrúlega erfitt að reyna að skilja hvernig það er að búa við svona kúanir í raun og veru og kannski þessa svona í raun og veru þessi óþægindi skilur að ef að þú ert ekki með einhverja slæðu á réttum stað til dæmis að þá áttu á hættu að vera drepin sko og það er eitthvað sem að við getum ekki skilið sko